Já, halló. Já, Ágúst. Já. Sæll og blessa, Þorsteinn hérna og þú ert í beinni útsendingu. Já, sælir. Sælir, búin að elda hádegismat og svona? Já, hann á pönnunni, ég slökkt á hann eins og ég tala við ykkur. Jæja, það er ekkert annað. Það ekkert annað. Hvað segja F-fáingar gott í dag? Við erum bara mjög kátir. Er það ekki? Jú. Undirbúningu vantarlega á fullu fyrir leikinn gegn Gróttu á morgun? Já, það var bara góð æfingi í gær og svo aftur og eftir. Svona með við stöðuna sem liði búið að vera lengi framar á tímabilinu þá voru margir svona búinir að gera ráð fyrir að þessir seinustu 2 leikir í deildinni yrðu rosalegir úrslita leikir fyrir FH bara um að halda sæti sínu. Það hlýtur að vera svona ákveðin léttir yfir ykkur að vera bara búinir að græja þetta fyrir þessa 2 leiki. Já, það er alltaf gott að vera búin að því sko en okkur langar alltaf ofar og við ætlum bara að klára þennan leik mútið Gróttu og spila hann eins og menn og reyna að vinna hann og bara vinna helst leikinn og hérna svo bara ég tökum breytleiki einu og þetta er ná eins og alveg við getum. Eins og ég sagði nú við Dóra eftir leikinu og þetta afturöldingu það er náttúrulega fyrir 4 leikum síðan var þetta leið í byllandi fallbortu F-liðið og framundan voru 4 útileikir gegn Val, Haukum, Fram og afturöldingu. Maður einhvern veginn maður var ekkert voðalega bjartsýnn fyrir hönd FH í aðdraganda þessa prógrams en 7 stig af 8 möguleikum hljóta gleði ykkur alveg afskaplega mikið. Já, við höfum bara búin góður í þessu leikjum og búin að spila vel og hérna áttum bara alveg skilið með hvernig við vorum að spila á móti þeim. Það er prógram, 4 útvellir á móti 4 sterkustu liðunum á þessum tíma. En já, bara mjög gott að fá 7 stig úr þessum á 8 mögulegum. Ég veit að þú nú ekkert vilja gera of mikið úr eigin framlag eftir að þú komst í FH en tölfræðin líkur ekkert, liðinu gengur miklu betur eftir að þú komst. Já, en þú veist, já, við erum samt bara við allir að þessu sko, þetta er ekkert bara einn. Ágúst er náttúrulega búin að vera geðveikt góður í marki og þess að sagði hérna við Vítalinn dagina, við erum 6 í hörninni og 6 í sókn og svo Ágúst í markinu, við erum allir að þessu. Við kannski passa vel inn, það hjálpur öll til en við erum allir að þessu. Náttúrulega, þegar þú gengur í raðir FH í janúar var náttúrulega staðan á liðinu ekkert rosalega góð. Hvers vegna ákvæmst að fara í FH? Hvað var það við klúbbinn sem heillaði þig? Bara, ég fekk tækifæri bara að byrja upp á nýtt einhvern veginn. Ég náði aldrei að sanna mig fyrir Einari og ég fekk bara nýtt tækifæri hérna hjá þeim. FH og sanna mig og ég get spila vörn og sókn. Og hann það var það sem heillaði mig bara. Svona bara FH frábær klúbbur og á þeim tíma þá var Teddi meiddur og Danni úrliðsbrotinn. Já. Og þeir vantaði línumann, þannig ég vissi ég fekk tækifæri. Og bara búin að henda þessi mönnum út úr liðinu og alltaf því. Teddi þarf ekkert að koma aftur, hann getur bara verið meiddur í bakinu áfram. Ég vonaði þetta að hann batni bara sem allar fyrst drengurinn. Umulegt að vera meiddur í bakinu. Já. Og þannig að það er bara alltaf gaman að fá líka samkeppni. Teddi er góður og Danni líka. Það er bara... Já, ég nýtti bara janúari vel meðan þau eru meiddur og þess vegna kannski byrjaði og ég er búin að spila bara vel núna. En þetta er alltaf samkeppni, ég er góður línumenn og ég má ekki gefa eftir. En þetta er rétt hjá mér, þú ert ekki á lánssamningi, þú gerðir hvað, 2 ára samningu eða þá? Já. Þannig að þú verður hérna áfram á næsta ár líka? Já, ég klára þetta ár og næstu 2. Já, akkurat. Það voru samt færið sem vitað að þú átt nú ekki langt að sækja hæfileikana á handboltavellinu því að pappiðinn Birgir Sigurðsson er fyrrverandi landsliðsmaður. Var hann að kenna þér mikið í æsku? Já, sko, ég byrjaði svolítið seint sko í handboltanum en maður æfir hann alltaf sína mér eitthvað heima eftir eitthvað einasta leik og svo horfum við ofta á leikina saman, eða stundum horfum við á leikina saman hérna vídeóupptökur eftir leiki og þá hjálpar hann mér og segir mér hvað ég á að gera betur og hvað ég á að skjóta og svona. Þannig að maður með 2 þjálfara, hann Dóra og pappa. Já, maður sér hann einmitt yfirlega á leikjum, það er gott að geta leita í reynslu bankan sem hann byggður upp á. Auðvitað, það er bara frábært að hafa hann sko. Bara luxus fyrir mig. Nákvæmlega. Ef við færum okkur aðeins aftur að gengi F-liðsins undanfarið, kannski enginn sem var að pæla mikið í möguleikum FH fyrir nokkrum vikum síðan en
Þegar þið eru í þessum ham sem þið eru í þessa dagana, þá eru þið illviðráðanlegir fyrir öllu í deildinni og í rauninni allir vegi færir, er það ekki? Auðvitað, við ætlum bara eins og Dóri segja alltaf, einn leikur inn og klára þá og bara komast í frábært rönn fyrir úrslitakeppnina. Allir með brjála sjálfstraust og gengur vel og bara halda því áfram og náðist langt að við mögulega getum. Dóri talar að F-liðið sé ekkert að pæla í stigatöflunni í deildinni. Sérstaklega ekki hann segist ekki bara kíkja á hana, segist ekki vita hvar í töflunni F-fangar eru. Er þetta staðreyndin hjá ykkur að þið pælið nákvæmlega ekkert í töflunni? Eru menn ekkert að kíkja svona reglulega og sjá hvort í hvaða sætið þið eru? Ég kíkja stundum, jú, maður gera það kannski alveg. Ég get ekki tala fyrir Dóra en ég gera það stundum. Ég langar auðvitað bara því ofar því betra. Já. Já, Grótta næst og mjög mikilvæg leikur upp á hvaða sæti maður lendir í og við viljum ná, ofalega hægt er. Já. En það er náttúrulega bara einn leikur í einu í rauninni, það er bara að klára leikina. En þeir eru væntanlega ennþá að horfa á heimaleikjaréttin, ég meina þeir eru nú ekki um að stígi frá honum eins og staðan er í dag? Nákvæmlega, það er akkur það sem við viljum, eins og við getum að fá heimaleikjarétt og það held ég hjálpi helviti mikið Það gerir það. Herru, Ágúst, ég þakka það bara kærlega fyrir spjallið og vona bara að ykkur F-fangunum gangi bara allt í haginn á morgun gegn Gróttu. Já, takk kærlega fyrir þetta. Herru, segðu það, verðið þér að góðu með hádegismatinn? Já, takk fyrir það. Við hörum. Gerum það.